Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 77 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég að halda áfram með þema sem ég hef haft í gangi í síðustu þáttum, þar sem ég tek fyrir eitthvað eitt sem tengist íslenskri menningu eða Íslandi, frekar en að leggja svo mikla áherslu á tungumálið eða það að læra tungumál. Síðasti þáttur var þá eiginlega nokkuð svindl, því þar fjallaði ég einmitt íslensku og hvernig arfleifð hennar og þróun hennar hefur verið íhaldssöm, en það er þá að tala tungumálið sem einmitt menningararfleifð. Þannig ég leyfði mér það að tala þessi atriði sem gera íslenskuna svona einstaka eða sérstaka. En í dag ætla ég að fjalla eitthvað sem lætur Ísland einmitt vera einstakt eða sérstakt og ólíkt flestu öllu öðru í heiminum, en það er íslensk náttúra. Ég ætla að byrja að taka það fram að ég er ekki mikið náttúrubarn sjálfur. Ég er alinn upp í þéttbýli, allavega þéttbýli samkvæmt íslenskum stöðlum, og ég get ekki sagt þér frá grasategundum sem þú myndir finna upp í fjalli, og ég þekki fáeinar trjátegundir. Ég hef ekki lært á náttúruna á Íslandi eins og sumir hafa gert í álíka mikilli maníu eða ánægju og þeir myndu fá út úr því að læra á Pokémon. En ég hef þó gaman af staðreyndum og sögu sem ná að setja nútímann í samhengi og að sjá hvernig fortíðin hefur haft áhrif á nútímann. Þau ykkar sem hafa hlustað á mig lengi, ég held að það komi ykkur ekkert á óvart að ég myndi segja þetta sjálfan mig. En, tölum það sem lætur Ísland vera svona einstakt. Ég ætla að byrja á að játa að þetta er ekki fyrsta takan mín af þessum þætti. Ég var búinn að taka upp annan þátt, eða reyna að taka þennan þátt upp áður, en ég var kominn mjög langt með að tala eitthvað sem ég hafði greinilega ekki næg tök á til að tala allavega í stuttu máli. En hér fáið þið þá að heyra aðra tilraun. Spurningin er, af hverju er Ísland til? Ég ætla að sleppa því að fara í of mikla jarðfræði, en það er ástæða fyrir því að heimurinn lítur út eins og hann lítur út í dag. Og það hefur mjög mikið með jarðfræði tengd atriði að gera. Eitt af helsta sem veldur því að heimsálfurnar okkar líta út eins og þær gera er flekavirkni. Flekavirkni er það sem við köllum plate tectonics á ensku, en löndin öll sem við eigum og þekkjum byrjuðu saman í einum
klasa í einum stórum blett sem hefur verið mjög stór blettur þá sem við höfum kallað Pangea. Pan þýðandi þá allt og gea þýðandi jörð, þannig að þarna var öll jörð saman. Og svo með þessari flekavirkni þá sundruðust landsvæði frá hvort öðru þar til við fáum jörð, þar að segja jörðina, sem lítur út eins og hún lítur út í dag. Ameríka þar sem Ameríka Evrópa og Asía þar sem þau eru, Afríka á sínum stað, Ástralía á sínum stað og svo framvegis. En það eru þá stóru löndin. Hvað með allar eyjurnar? Því eyjur verða til með mismunandi hætti. Flestar þær eyjar sem eru fjölmennar í dag hafa orðið til með mjög áhugaverðum hætti þar sem þessi landsvæði sem urðu til við að Pangea sundraðist fóru sinn veg. Mannfólkið eða forverar mannfólksins dreifðu sér þetta landsvæði og svo eins og gerist verður ísöld þar sem stór hluti af vatninu sem til á jörðinni helst saman í stórum klakabreiðum og sjávarmálið lækkar, sem þýðir þá að það ná að verða til djúpir dalir og miklar hæðir miðað við sjávarmálið. Svo lýkur ísöld, ísaldarjöklar bráðna og sjávarmálið hækkar og það hækkar jafnvel talsvert mikið og þannig ná sumar eyjar að verða til. Stórir dalir fyllast af sjó og eftir verða landsvæði sem voru þessar hæðir sitt hvoru megin við dalinn, bara svona eins og háfjöll. Og svo kemur sjórinn inn á milli og sundrar þessum fjöllum. Þannig einu megin hægt að búa og lifa og svo heilt haf, eða allavega langt sjósvæði fram að næstu hæð. Þannig verða eyjar eins og Japan til og alveg pottþétt líka eyjur eins og England, Bretland og Írland og þá Skotland líka. Ég ágætlega viss að ég hafi rétt fyrir mér hvað varðar tilurðarsögu Japan, en ekki jafn viss Bretland. Ísland varð ekki til með þessum hætti. Ísland til á fáránlegum stað í heiminum. Hún á miðju Norður-Atlantshafi, næstu því mitt á milli Evrópu og Ameríku. Ég auðvitað að ýkja aðeins, Ísland vissulega aðeins nær Evrópu og jafnvel talsvert nær Evrópu heldur en Ameríku, en við erum þó nokkuð langt í burtu frá restinni af Evrópu. Ísland verður nefnilega til vegna tveggja tilviljana eða allavega kringumstæðna sem saman valda því að eyja eins og Ísland getur verið til. Sú fyrsta flekarnir, þessir flekar sem ég var að tala áðan. En Ísland á flekaskilum. Það eru flekaskil sem fara í gegnum mitt landið, í gegnum miðjuna á landinu. Þannig þegar jörðin
og jarðskorpan er að dragast í sundur og hreyfast, að þá hristist Ísland auðvitað mjög mikið og þetta veldur jarðskjálftavirkninni sem er á Íslandi. En jarðskjálftar búa ekki til land, það þarf að vera eitthvað annað til þess að valda landsköpun, ef það mætti kalla það, á fleka skilum. Og það er þá eldfjallavirkni. Undir Íslandi er það sem við á íslensku köllum heitur reitur, sem rímar á íslensku alveg eins og hugmyndin rímar á ensku hot spot. En þetta er þá jarðfræðileg hugmynd og lýsing á því að kvika, magma or lava, safnast saman í hólf á ákveðnum stöðum og ef kringumstæður leyfa að þá springur gjarnan kvika upp á yfirborðið frá þessum reit. Þannig verða til dæmis eyjarnar á Hawaii til og vissulega líka Ísland. Ef Ísland væri ekki á miðjum flekaskilum, þá væri kannski Ísland sem eins konar eyjaklasi, eins og Hawaii, frekar en ein heil eyja. En það er þá allavega tilfellið. Ísland er til vegna þess að við erum ofan á heitum reit á miðjum flekaskilum. Þess vegna er jafn mikil eldfjallavirkni á Íslandi og raun ber vitni. En þetta þýðir þá nokkuð áhugaverðan hlut líka. Ísland er alltaf að verða til með nýjum eldgosum og nýju hrauni og að fjara út til hafsins og eyðast. Þetta þýðir að landið, grjótið, er allt saman mjög ungt í samanburði við restina af heiminum. Og það þýðir líka að Ísland hefur eiginlega alltaf verið á sama stað, allavega miðað við jarðskorpuna. Því líklega hefur heiti reiturinn alltaf verið á sínum stað og flekaskilin líka. Ég tek þetta fram því ef ég hef rangt fyrir mér, þá er það vegna þess að önnur hvor þessara seinni staðreynda reynast vera ósönn. Þannig við höfum alltaf verið aðskilin frá restinni af eins og heimsálfunum, eins og Evrópu eða Ameríku, og við erum miklu yngri heldur en, Evrópa og Ameríka. Ég þurfti að fletta þessum staðreyndum upp til þess að finna tölur og landmassin sem Ísland er byggt á, eða allavega það elsta grjót sem fundist hefur á Íslandi, er 16 til 18 milljóna ára gamalt. En það var alveg lengst úti á Vestfjörðum. Mest af Íslandi er yngra en 10 milljón ára gamalt. Nú hljómar það eins og það sé ógeðslega gamalt, en Evrópa er allt frá 20 milljóna ára gömul til 3 milljarða ára gömul. En elsta grjót sem hefur fundist í Evrópu fannst í Úkraínu og er metið vera 3 til 3,4 milljarða ára gamalt. En þetta þýðir þá að það voru aldrei risaeðlur til á Íslandi og það þýðir að jarðlögin okkar eru ekki jafn þróuð eða gömul eins og í öðrum löndum. Þannig við erum ekki með neina olíu undir sjálfu Íslandi.
Við erum hreinlega of ungt land til þess að það gæti verið raunin. Þetta að verða það löng upptaka og mér ekki að ná að takast að flytja mig yfir á annað viðfangsefni sem ég ætlaði að tala í þessum þætti. Þannig ég held að ég búi kannski til annan þátt sem fjallar restina. Þannig kannski verður þetta að þætti jarðfræði Íslands og að í næsta þætti teki fyrir sjálfa núlifandi náttúruna. Þið sjáuð hvort það verður í titli þáttarins, hvort ég hafi ákveðið að gerast sammála sjálfum mér. Áðan sagði ég að Ísland væri alltaf að verða til og að Ísland alltaf að eyðast. Þar sem land eyðist og verður að hafinu eða verður tekið af hafinu ferli sem við fáum ekki svo auðveldlega að sjá sjálf, nema í gegnum að geta verið á stöðum þar sem við sjáum þetta eiga sér stað, sem eru að sjálfsögðu strandirnar í kringum hvert land. En íslenskar strandir líti ekki beint út eins og flestar þær strandir í heiminum sem við þekkjum. Ég man sjálfur eftir því að hafa verið barn og að hafa orðið hálf pirraður yfir því að fá aldrei að sjá alvöru strönd þegar ég var að ferðast með foreldrum mínum Ísland. Ég fór sem sagt ekki til útlanda fyrr en ég var orðinn nokkuð mikið gamall eða allavega fyrr en ég varð táningur. Því hver einasta strönd sem ég fór á var svört. Allur sandurinn var svartur og mér fannst það svo ótrúlega leiðinlegt að ég fékk ekki að sjá svona alvöru strönd eins og til í útlöndum. Það væri alvöru strönd og eitthvað sem mig langaði frekar að sjá heldur en önnur leiðinleg svört strönd. Þetta klassískt dæmi að grasið sé alltaf grænna hinum megin. Því þetta náttúru fyrirbæri eitt af því sem laðar þúsundir manna til landsins. Því fólk vill endilega fá að sjá þessar óeðlilegu svörtu strandir eða svörtu fjörur. En þær verða til og eru svona svartar vegna þess að grjótið sem verður til á Íslandi svona á litinn. Við þyrftum að fara í jarðfræði, greiningar og efnafræði til þess að lýsa því af hverju grjótið svart og ég kann það ekki og þú hefur líklega ekki áhuga á því. En þetta veldur því að þegar og á meðan Ísland að fara út í hafið og sjórinn melur grjótið að þá verða til þessar svörtu fjörur. Ein slík fjara frægari en aðrar og sú fjara á suðurhluta Íslands. En hún ekki þá eingöngu fræg fyrir að vera svört, heldur líka hægt að sjá einstaka grjótmyndun við fjöruna. Grjótmyndunin kallast á íslensku stuðlaberg og ég á erfitt með að finna alvöru þýðingu á stuðlaberg á ensku. Líklega vegna þess að þetta sérstaklega íslenskt fyrirbæri. Ég finn hérna tvær kenningar sem columnar basalt eða trap rock. En þetta grjót verður þá til við að
hraun kólnar við ákveðnar kringumstæður og eðlisfræðin og stærðfræðin sem við sjáum birtast aftur og aftur í heiminum veldur því að þegar þetta hraun kólnar þá kólnar það í ákveðnum mynstrum eða reyndar í einu ákveðnu mynstri sem sexhyrningur. Sexhyrningur einn hlutur sem hefur 6 horn. So a 6 corner. English doesn't use the cornering idea. Instead, English has taken up the Greek ideation for this, using the numerical prefixes of ancient Greek. So this would be a hexagon, or hexagon. Og þetta stuðlaberg raðast saman á mjög furðulegan máta og myndar mjög ákveðna tekstúru sem eins og maðurinn hafi hannað grjótið. En það ekki raunin, náttúran sá alveg þessa hönnun sjálf. Reyndar hafa Íslandingar fengið þessa hönnun að láni þegar Hallgrímskirkja var teiknuð. En Hallgrímskirkja hönnuð eftir danskri kirkju, allavega að innan, en að utan hún hönnuð með það í huga að ytri hliðin líkist stuðlabergi. Og þannig fær þessi kirkja þetta einstaka útlit og kirkjan verður þá stórt kennileiti Reykjavíkur og hefur lengst af verið eitt frægasta dæmi íslenskan arkitektúr, allavega í gegnum 20. öldina. Núna ég örugglega í alvörunni komin yfir gömul upptöku met. Ég hef þurft að fletta mörgu upp á meðan ég hef verið að taka upp og þagnirnar á milli þess sem ég tala orðið mjög langar. Þannig að ég ætla að segja að þetta sé komið gott núna og ætla ekki að hafa þetta lengra. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.